Velkomin í föstudagsþáttinn. Í kvöld komum við víða við að venju. Við ætlum að reyma okkur gönguskóna og ganga svolítið út á suður í þá góðs málstaðar. Við ætlum að heyra komur skemmtiferðaskipa og kíkja svo á sýningu nemenda í list- og hönnunargreinum VFMA. En fyrst í sófann til mín komin Helga Kristjánsdóttir og hún meðlimur í leikfimihópnum 60+. Hjartanlega velkomin. Takk fyrir að bjóða mér. Þið eru að æfa hópur kvenna og kalla sem eru orðin 60 ára. Já. Þú varst að segja mér áðan að þú hefði bara beðið spennt eftir að vera 60 til að geta verið með, er það ekki? Já, það má eiginlega segja það sko, þetta alveg yndislegur hópur. Já. Og þú byrjaði bara leið og þú gast? Já, fljótlega eftir ég var 60 þá held ég mér í þetta. Já, og þið eruð að gera eitt og annað, þetta ekkit einhæft svona verkefni í gangi? Nei, við það eru lyftingar og við erum í spinning og zumbatímum og allslags jógatímum og þetta mjög fjölbreytt og skemmtilegt. Og hvað finnst þér þetta að gefa þér? Hvernig líður þér eftir svona tíma? Mér finnst þetta að gefa mér rosalega mikið. Mér líður mjög vel og maður bara stundum þreyttur og það svona góð þreyta. Já. Og Finnur þú munaður eftir að þú fórst að stunda þessa líka? Já, mér finnst ég finna mjög mikið mun á mér. Já. Ég miklu svona bara öflugri bæði andlega og líkamlega. Það ekki? Já, það helst alltaf allt í hendur sko. Það verður nefnilega svo glaður líka þegar maður búin að reyna á sig. Já. En ástæðan fyrir því að þú ert komin hingað að þið í hópnum eruð að fara af stað, eða ekkert af stað, þetta í næstu viku það ekki, þessi ganga. Já, miðvikudaginn. Á miðvikudaginn, þá ætlið þið að ganga til góðs. Þið ætlið að ganga frá Akureyri inn á Kristnes. Já. Segðu okkur aðeins meira frá þessu. Við erum sem sagt nokkuð mörg saman í þessum hóp Betri líðan 60+. Og aðalkennarinn okkar Guðrún Gísladóttir, eða Gugga okkar eins og við köllum hana svo mörg. Og við fréttum að því að hún ætlaði að hlaupa í Reykjavíkurmaraþoni í ágúst fyrir eiginmannsinn sem greindist nýlega með MND-sjúkdóminn. Og þá fékk hún Aðalheiður Ruth Arnórsdóttir sem með okkur í hópnum þá snilldarhugmynd að hvort við getum ekki gert eitthvað fyrir norðan. Og við fengum til liðs við okkur Guðrún Sigurðardóttir sem með okkur líka og í samráði við Guggu sem sagt var ákveðið að nota síðasta líkamsræktartímann á vorinu til þess að ganga frá átaki í Strandgötu 8:30 næsta miðvikudag. Miðvikudagsmorgun og inn að Kristnesi og þaðan ætlum við að fara í Reykhúsaskó og eiga góða stund saman, fá okkur kaffi og meðlæti og láta gott að okkur leiða. Af því að í þessari göngu ætlið þið að safna áhættum, ekki satt? Jú, við ætlum að safna áhættum. Og eru meiri sér komin með eitthvað? Já, við ákváðum að sem sagt, þeir sem vilja ganga með okkur myndu greiða bara þátttökugjald sem 2.500 krónur. Og síðan eru frjálsframlög mjög vel þegin og margir sem hafa þegar lagt málefnin lið og ég vil nota tækifæri og þakka alveg sérstaklega vel fyrir það. Já. Það verður bíll með okkur þannig að þetta á allra færi. Já, ef maður gefst upp þá fær maður bara far. Já, fær maður bara far og ef maður langar að taka upp þráðan aftur þá bara fer maður úr bílnum og labba meira. Frábært. Og Viltu uppljóstra hvað komið nú þegar? Við erum þegar búin að safna 180.000 krónum. Frábært. Og ætlum að reyna að gera enn betur og hafa reikningin opinn fram að Reykjavíkurmaraþoni. Já, sem í ágúst. Sem 18. ágúst. Já. Og við ætlum einmitt að hafa númerið sýnilegt núna undir viðtalinu. Þannig að fólk bara hripar niður númerið og leggur inn. Akkurat. Endilega að gera. Margt smátt gerir eitt stórt. Akkurat. En ef fólk vil nú vera með og ganga með ykkur, má það líka gera það? Já, það alveg velkomið. Það engin svona hámarksfjöldi? Nei, alls ekki. Það svo beinn og breiður vegur inn Eyjafjörðinn. Já, og nú stígurinn alveg að vera tilbúin? Snilldar stígur, alveg verður. Það verður mikil samgöngubót. Já, alveg svakalega flott framkvæmt. Og það eru bara allir velkomni með og inn á reikningin myndir þá bara leggja 2.500 krónur. Og mæta svo bara niður í átak rétt fyrir 8:30 á miðvikudagsmorguninn. Og það rennur sem sagt allt sem kemur inn, þátttökugjöldin og allur annar styrkur alveg óskert til MND félagsins. Já, og ykkar upphæð, hún fer inn á Reykjavíkurmaraþonssöfnunina.
það sem safnast á reikningin sem sagt okkar, Já. öll svo upphæð fer inn á Reykjavík Marathons reikningin í nafni Guggu, Já, inn á sem sagt til styrktar MND félagsins. Já, því að þar hópur sem ætlar að hlaupa fyrir ágúst, Já. manninn hennar, Já. og þar komið nú þegar, ef maður fer inn á síðu Reykjavík Marathonsins, Já. þá þetta sá hópur sem búin að safna hvað mestu, þetta komið upp í 500.000 Já. og þau stefna á 5 milljónir. Já, Þannig að akkúrat. nú bara tökum við höndum saman og látum það rætast. Já, láta það rætast alveg endilega. Akkúrat, þetta var bara frábært. Við hvetjum fólk til að leggja inn á reikningin ef það hefur eitthvað aflögu eða bara mæta með skóna og veistu eitthvað með veðrið. Ég hef ekki hugmyndu veðrið. Nei. Einhver talaði að það yrði nú sunnan rok og rigning og ég sagði að það myndi ekki skipta neinu máli því að þá bara Klæðum maður sig skutlar bíllinn okkur inn eftir og við löppum í bæinn, sko. Já, það er líka hægt. Bara með roki í bakið. Já, þið farið bara eftir vindátt. Byrjið kannski bara í kaffinu og fjúkið í bæinn. Já, ég segi það. Já, það er einmitt flott að hafa þetta bara svona opið. Alltaf plan B, sko. Já. Herri, ég þakka þið bara kærlega fyrir komuna til mín í föstudagsþáttinn, Helga, og við vonum að þetta takmark náist. 5 milljónir í ágúst. Já, ég vona það og takk fyrir að bjóða mér. Mín var ánægðin. Takk. Farið ekki langt. Við höldum áfram með göngur hér handan við auglýsingarnar.